parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. ¿Tú de qué parte eres? Del norte. Komið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 3. maí. Þann 1. júní næstkomandi göngum við Íslendinga til forsetakosninga og pólitíski skjálftar eru farnir að koma fram á mælum. Einn slíkur varð á föstudaginn liðinni viku eftir að ég tók viðtal við Baldur Þórhallsson, forsetaframbjóðanda, og ræddi meðal annars við hann myndbirtingar á fremur groddalegri klámsíðu í París. Þetta mál sem ég taldi að varðaði íslensku þjóðina og mat hennar á frambjóðendum og hvort að svona myndbirtingar getur haft áhrif á ásýnd embættisins eða þess sem því gegnir á hverjum tíma. Þetta lagði stíl í samtökin. Þau telja að þarna sé verið að reyna að smætta frambjóðandann niður í einkalíf sitt. Því að sjálfsögðu hafnað hér og lögð áherslu á það að við erum hér til þess að spyrja spurninga fyrir hönd almennings og draga þeir rétta fram áður en við göngum að kjörborðinu þann 1. júní. En það er annað mál sem að skók pólitíkin og fjölmiðlana í liðinni viku. Það mál tengist hurðarhúnni í þinghúsinu. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hefur vakið máls á því að starfsmenn þingsins hafi skipt út 150 ára gömlum hurðarhúnni á þingflokksherbergi Miðflokksins. Í staðinn er kominn fremur óálitlegur hurðarhúnn sem er ekki neinu tengslum við arkitektúr hússins. Minnir kannski jafnvel dálítið á fangelsi en einhverjir hafa bent á það að nýbygging þinghússins minnir dálítið á slíkt. Þetta er mál sem á eftir að leiða í jörð og vonandi sjá menn tækifæri því að endurnýta eða endurgera gömlu húnana þannig að þetta sé allt í samhengi við arkitektúr og anda þessa fallega hús sem reist var 1881 við Austurvöll. Og mér finnst svolítið líka vera bara hérna á okkar ágæta landi svolítið núna lengi í nokkur ár búið að vera offramboð á leiðendum. Engin eftirspurn eftir þeim en Já, það er hægt að taka undir þessi orð Jóns Gnarr. Hann var með okkur Andrísi Magnússon á Ísafirði síðastliðinn mánudag. Það er hluti af hringferð sem við höfum efnt til í tilefni af 110 ára afmælis Morgunblaðsins sem að hélt reyndar upp á það afmælið þann 2. nóvember síðastliðinn. Við förum hringinn í kringum landið og hittum fólk og núna beinum við sjónum okkar að forsetaframbjóðendunum. Jón var á Ísafirði í liðinni viku. Núna á mánudaginn ætlar Halla Hrund Logadóttir að hitta okkur austur á Héraði í Valaskjálfi. Þar á eftir munum við hitta Baldur Þórhallsson á Selfossi og að lokum Katrínu Jakobsdóttur á Akureyri. Þetta verða spennandi samkomur þar sem við bjóðum heimamönnum að koma og hitta frambjóðendurna og ræða forsetakjörið. En síðan munum við birta þetta á vefnum hjá okkur og útdrátt úr því í blaðinu daginn eftir og við hvetjum ykkur eindregið til að fylgjast með þessu bæði á vefnum og í blaðinu. Nóg þetta. Hér eftir örskamma stund eru þau Eva Dögg Davíðsdóttir, nýr þingmaður Vinstri grænna og Guðmundur Árni Stefánsson, varaformaður Samfylkingarinnar. Þegar að þau hafa farið við fréttir vikuna með mér, þá sest einmitt fyrrnefnd Halla Hrund Logadóttir hér í settið og við ætlum að ræða forsetaembættið, framboð hennar og hvað hún hyggst gera, fá hún umboð til þess að sitja á Bessastöðum næstu 4 árin. Fylgist þið með. Herragarðurinn klæðir þig vel. Við kynnum spennandi útgáfu af Sirius rjómasúkkulaði með hnetum, rúsínum og karamellumöndlum aðeins í takmörkuðu magni. Sirius, fyrir hið ljúfa líf. Tax-free-veisla húsgagnhallarinnar er aðeins út mánudaginn og nú er einnig 25 til 50% afsláttur af völdum vörum. Húsgagnhöllin. Hjá Kólumbusævintýraferðum leggjum við áherslu á góða fararstjórn og skemmtilega upplifun. Umfram allt viljum við uppfylla væntingar okkar ferðalanga þannig að þið njóti ferðana með eftirminnilegum hætti. Við förum víða. Kólumbusævintýraferðir. Já, komið sæl aftur. Þá ég fengið þau hingað til mín Guðmund Árni Stefánsson, varaformaður Samfylkingarinnar og Evu Dögg Davíðsdóttur, alþingismann. Ekki margir sem vita hver hún er en við breytum því í þættinum í dag. Er það ekki, Eva?
Jú, takk fyrir tækifærið að fá að koma inn og spjalla við þig. Meir en sjálfsagt og ég kannski byrja því að spyrja bara út í það þú auðvitað kemur inn í þingið í kjölfar þess að Katrín Jakobsdóttir segir af sér þingmennsku. Hvaðan kemurðu? Já, ég kom í þessu tilfelli beint frá Þýskalandi, hvar ég var í barneignarleyfi. Ég er sem sagt á 5 mánaða gamlan son sem kom með mér á sandmanninu mínum og ég sem sagt hef verið búsett í Þýskalandi síðastliðin 2 ár og hef unnið sem sagt fyrir Allianz sem er með höfuðstöðvar þar og vinn þar af sjálfbærnimálum og almannatengslum. En hef verið í fríi frá því eins og gefur að skilja síðastliðna mánuði. Hvar er það í Þýskalandi? Það er í München. Já. Kannski persónuleg spurning, varst að vonast til þess að Katrín myndi bjóða sig fram eða varst að krossa fingurum og myndi ekki gera það og þú geti verið áfram út í München? Þetta bara fylgdist með fjarlægð og þetta var vissulega, ég ætla ekki að draga dilka því þetta var spennandi vika. Sem sagt aðdragandi þess að hún býði sig fram en þetta er auðvitað vissulega spennandi fyrir mig og ég er bara þakklátt fyrir að hafa tækifæri á tök á því að koma hingað og það er svona eins og margir segja að þarf þorp til að ala upp barn og ég er vissulega með mikinn stuðning þá og gott bakland bæði í minni fjölskyldu og minn maður sem er hérna með mér. Já, hann er frá Þýskalandi. Hann er frá Þýskalandi. Og ætlið þið þá að flytja hingað núna í kjölfar þessara skipta? Við stefnum að því en reyndar svo er annað svona í bígerð sem er að við erum að fara að halda brúðkaupsveislu eftir 3 vikur. Já. Þannig að ég verð frá þingstörfum í 2 vikur, sem sagt, í millitíðinni. Já. Það er skammstór að höggja í milli hjá þér? Það er nóg að gerast. Já. Þú ert nýjasti þingmaðurinn. Guðmundur, hvenær settist þú fyrst á þing? Svaraði nú. Já, byrðum við 93 gerði ég það og var til 2005. En til hamingju með þingsætið, þetta er skemmtilegu vinnustæður. Takk kærlega fyrir það. Þú kemur á þessu erfiðum tíma, flokkurinn í vandræðum og ríkisstjórn í klessu, en gangiði vel. Nei, ég meina, mér finnst þetta bara, þetta búið að vera spennandi, auðvitað bratt. Það verður ekki skafið af því. Núna hlýtur leiðin að leggja upp á þetta ekki. Hvað segirðu? Núna hlýtur leiðin að leggja upp á því hjá flokknum. Ég held að við séum öll bara nokkuð brött og bjartsýn, þrátt fyrir allt. Guðmundur Árni, ætlað þú að reyna að koma í veg fyrir það? Er ekki von til þess að þú verður í þingframboði þegar að þið kemur? Jú, ég er á fullu í þessu og hef svakalega gaman að þessari þáttöku. Já, það er gaman þegar að mælast með 30%. Já, það er nú svona eins og það er, sko, en jú, það skemmir ekki fyrir. Nei, það er eins og að segja, sko, ég finn mig vel í þessu. Flokkurinn í góðu gengi, góð samstæði í flokknum, hann mælist vel í skoðanakönnunum, en auðvitað er ekkert í hendi. En hitt hins vegar veit ég og kann af gamalli reynslu að það er miklu mun betra að vinna við þær aðstæður þegar skoðanakannir eru jákvæðar heldur en hitt. Og maður bara finnur þá götum út og allstæðar, því að það er erfitt að lenda í þessum spírali eins og flokkurinn þinn, ef að lenda í spíral á niðurleið. Ég hef líka verið við þær aðstæður. Þannig að allt þetta tala það hjá fulltrúum ríkisstjórnarflokkanum, þetta sé nú bara skoðanakannir, við þurfum bara að bíða til því hvað kemur upp úr kössunum. Jú, það er svona varnarviðbrögð sem eru mjög kunnuleg, en þessi staða okkar jafnaðarmanna hefur verið tiltölulega stöðu frá 25 til 30% og það skynja allar og finna bara í sinni að það er ákall breytingar, það er ákall að þessi ríkisstjórn rétti upp hvítaflaggi og segja þetta er komið nóg. Þú er komin í kosningagírinn heiti og samt er ekki áallega kosninga fyrir haustið 2025. Nei, þess vegna ég að segja það að auðvitað væri heiðarlegast af öllu að ríkisstjórnin, eins og ég segi, bara segja að þetta er komið gott, nú látum við fólki í landinu taka ákvörðun það og haustkosninga veru eðlilegar. En við lifum alveg með það í jafnaðarmenn, við getum alveg beðið en þjóðarinnar vegna verið best að drífa í þessu. Sko, ríkisstjórnin hérna er þannig og þessi síðustu skipti þessi nýja ríkisstjórn sem var nú sett á laggirnar og einhver svona óeiginlegar stjórnarmynduna viðræður fóru þar fram og þegar maður horfir á þetta ferli að Svandís, hún hrekkur undan vegna hvalsins, Bjarni Ben síðustu áramót og hoppar á hólmi og er í næsta ráðuneyti vegna Íslandsbanka. Svo sjáum við Þórdísi Kolbrúnu sem kemur inn í fjármálaráðuneyti í 6 mánuði. Hún er fegnust allra að losna þar því að hún var eina manneskjan í öllu landinu sem að tók ekki eftir því að Landsbankinn var að kaupa tryggingafélag fyrir 29 milljarða. Þetta sér þjóðin, þetta er auðvitað, sko, en eitt er það í þessu, og ég veit það alveg, ég er meðvitaður það að styrk staða okkar jafnaðarmanna er auðvitað lími í ríkisstjórninni. Þeir þora ekki kosningar út af okkur.
Ég vil nú ekki halda því fram, en auðvitað skilum maður að þið séu spennt fyrir kosningum og komin í kosningagírinn, en ég lít nú svo á að við eigum verk að vinna framundan og ég nú bara spennt fyrir til dæmis Svandísi Svavarsdóttir í innviðaráðuneyti og ég held að við séum öll nokkuð jákvæð svona þrátt fyrir gengi í skoðanakönnunum. Hvað ætlaði að gera til þess að snúa skipinu við? Ég meina við náttúrulega erum bara að vinna í því að fá stöðuleika í samfélagið og verðbólgan vissulega hægt og rólega á leiðinni niður og við erum nokkuð bjartsýn með það og svo eru bara stór verkefni framöndan eins og til dæmis kannski lagareldi sem við munum líklega að koma inn á eftir en það er ýmislegt í gangi í til dæmis ráðuneyti Svandísar, hvað var það, samgöngusáttmála og annað og svo má nú ekki gleyma Mumma sem er að koma með risastóra breytingar á almannatryggingakerfinu. Þú nefnir lagareldið og laxeldir hringinn í kringu landi. Ég kom nú ferð vestur á Firði þar sem maður finnur brakandi kraft í samfélaginu út af uppbyggingunni þar. Er ekki komin á sátt það hvernig meirihlutin ætlar að haga löggjöfinni í kringum þessa mikilvægu atvinnugrein? Nú þetta náttúrulega risastór heildarlöggjöf sem er að reyna að ná utanum iðnað sem hefur verið ákveðin óregla á í svo áratugum skiptir. Og nú kemur þessi nýja löggjöf, eða sem sagt kemur þetta frumvarp fyrir þingið og við náttúrulega vitum það að það skapaði mikla ólgu í samfélaginu og þá sérstaklega kannski hvað varðar ótímabæru heimildirnar. Nú vill það svo til að þetta máli komið inn í nefnd hjá mér, sem sagt ég er nýr meðlimur atvinnuveganefndar og verð þar að leiðandi framsögumaður þessa máls. En nú tekur náttúrulega bara við þingleg meðferð málsins. Munið þið setja mörk á 16 ára nýtingarheimild eða eitthvað í þeim dúr? Það er auðvitað of snemmt að segja til það en ég held að sé ákveðin samhugur samt í nefndinni og meðal meirihlutans að það þarf að skapa sátt þetta. Hvernig er það gert? Hvernig myndir þú vilja sjá þetta gert? Svona eins og umræðan hefur verið og svona kannski mína persónulega skoðunum líka, þá tel ég réttast að skoða leiðir til að tímabinda þetta. 16 ár, 20, 25? Ég er nú ekki búin að lenda kannski á endilega, árafjöldi, það kannski skiptir ekki öllu. Það er bara gott að hafa það á okkur ákveðnu bíli. Við auðvitað miðum okkur við nágrannalönd okkar. Í Noregi er þetta ótímabundið en þeir eru vissulega að skoða aðra leiðir. Í Færeyjum er þetta sem sagt 12 ára leyfi en það sem vandamálið hefur verið í rauninni er að í praxis er þetta í raun og veru ótímabundið. Af því að leyfi eru alltaf endurnýjuð. Þannig að það sem er mér mikilvægt hvað þetta varðar er að það séu ströng skilyrði og að í rauninni það sé þá vald til þess að í rauninni kalla aftur leyfin. Séu menn ekki að standa sig í stikkinu. Þið hefur verið að taka allskyns svona uppbeygjur, Guðmundur Árni, í Samfylkinguna undanförnu. Kristrún hefur farið á milli sjávarútvegsfyrirtækjanna hringinn í kringum landið og segir ég er ekkert fyrir fyrningarleiði sjávarútvegi eins og Logi Einarsson og þau töluðu fyrir. Ég vil bara að vera skattheimturna. Þú ert á móti fyrningarleiðinni. Nei, hver segir það? Ert þú fylgjandi? Ég er búin að halda 100 ræður hérna í Kjalvata. Mér langar eins og en býttu nú við, þú ert þá ósammála formann? Nei. Jú, hún er á móti fyrningarleiðinni. Býttu nú aðeins ægur. Ég ætlum að fá að byrja hér aðeins á þessum málum með lagareld og laxeldi. Ég gleymi ekki spurningunni. Nei, og ég ekki heldur. Varðandi laxeldið, það er eiginlega mjög fátítt að ráðherra málaflokksins nýra vísu komi til þingsins og mæli fyrir frumvarpi taki þátt í umræðu og verji frumvarp eðlilega, hún að leggja það fram. Daginn eftir segir hún, herri, ég er bara til í allt. Atvinnumannanefndin má breyta öllu, tímasetningun, ótímabundinni úthlutun, hann má ræða gjaldtökuna sem er líka skilin eftir og algjörlega óskilgreind, það er að segja gjaldtöku heim í hérað, þar þarf að laga til. Ég horfði á silfrið í daginn þar sem að nýr ráðherra kom og þar var líka umhverfisráðherrann Guðlaugur Þórðarson. Hann varði ráðherra VG ekki, nei, hann þvert á móti fór að tala það þyrfti sem er rétt og þar að komin í umræðuna, hvort það ekki að skipti yfir í geldlax sem að þetta breytir því að blöndun verður ekki til, kynblöndun er þar að leiðandi, þú hættir er ítt út af borðinu. Hann nefndi líka úrgangin sem kemur frá fiskinum. Þannig að það var dálítið merkilt að skynja þennan óróa sem þar er. Við munum fara í þetta mál og laga það og hjálpa til í því. Og ég heyri það. Þú ert fylgjandi uppbyggingu þessar atvinnugreinar? Já, ég er líka bara að fara til Vestfjarða. Ég er búin að fara til Austfjarða og ég skynja það að þetta var ákveðin vítamínsbrauta.
en kannski gerist þetta hratt eins og sumt sem að við förum í. Það þessuna sem við viljum. Ég er algjörlega klár á því. En þú nefnir líka sko þessi málaflokka ráðherrana þinna og öll þessi máli því marki brend að það talaði þig, hafa ekki að fara í þau. Þú nefndir sko samgöngusáttmálann, Svandísi komið þangað. Ég nefni það að ég var að fundi betri samgöngum daginn sem ábyrgur fyrir samgöngusáttmálanum sem samkomulega sveitarfélaga og ríkisvaldsins uppbyggingu í umferðarmannvirkja á næstu 10-15 árum. Nú vantar 40-50 milljarð inn í hann samkvæmt fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Þannig að það á ekki að standa við samning sem gerður milli aðila. Það verið að endurskoða samningin. Það verið endurskoðun og endurskoðun fólkin í því að ríki vil draga úr peningum. Að því eiga það ekki, eða þykjast ekki eiga það. Þannig að það verið rekin með botlausum halla hér ár eftir ár. Jú, þannig að hann á ekki Bjarni Benediktsson ber nú heiður á því og ríkisstjórninu þetta. En ég ætla bara að nefna þetta sem dæmi það að þarna eru veruleg vandamál. Í þriðja lagi nefnir málið hans Mumma sem er besta mál að gera bragarbætur á kjörum öryrkja og einfalda eins og kostur það kerfi sem nú til staðar. Það máli hins vegar vanreifað að sömu leyti. Hér gamall félagsmálaráðherra að tala. Já, og heilbrigðisráðherra. Það vanreifað að mörgu leyti og við hittum öryrkjabandalega daginn og það þarf að laga það ýmislegt. En það sem punkturinn í þessu til þess að loka fjármálaáætlun til næstu 6 ára hvar þá borið niður? Jú, þá að fresta þessum réttarbótum til öryrkja í 1,5 ár. Og því borið við að þetta sé svo flókið mála að stilla tölvutar í tryggingastofnunum bara nýtt. Það engin vand að hefja greiðslur samkvæmt þessu samkomulagi og síðan ef einhver álitamál önnur þá ýtum við þeim fram í tíma. Þannig að menn eru alltaf að flótt undan sjálfum sér. Það er það sem ég er að segja. Talandi flótta og þá kem ég að sjávarútvegsmálum. Þú ert ósammála formanni Samfylkingarinnar það hvaða aðferð skuli beitt við uppbyggingu. Róli, andaðunum í nefinu. Þetta er stór frétt ef að þú ert á þeirri skoðun. Ég er að segja að við erum ekki búin að ýta út af borðinu því að gera uppstokkun í sjávarútvegi fyrir lengri tíma og fyrningarlegin ein leiði því. Ertu fylgjandi henni? Mér finnst hún sniðurleið að því að þetta er ekki meiklaði stein aldur og ævi að þetta verði svona þessi skipting á þessum þjóðar nei, verði ekki að reyna að snúað upp í það. Það er ekki þannig. Ef hún er á móti fyrningarleiðinni og þér finnst hún sniðug, þá er það þannig. Það sem við erum að segja nákvæmlega í atvinnumálunum eins og við höfum gert í öðrum málaflokkum, við viljum reyna að ná svona sáttum ákveðna málaflokka. Þess vegna eru til næst Evrópumálun ekki efst á baugi hjá okkur þessari kosningabaráttu. Við höfum farið í gegnum kosningabaráttu eftir kosningabaráttu þar sem menn eru að rífast þetta og engin niðurstaða verður. Nú viljum við reyna að nálgast okkar mál með víðfeðmum og skipulögðum hætti. Við erum búin að gera úttekt og gefa út hvítbók heilbrigðismálin. Það ætlum við að gera við ég ætla bara að segja frá vinnubrögðum og verklaginu og þannig höfum við líka gert þetta í atvinnumálum og í orku og sjávarútvegsmálum Nýjasta skýrslan fjallar orkumálin. Þið ætlum að auka orkuframleiðslu. Já, af því að það verið á vakt, nú þetta ríkisstjórnar, þá engin virkjun stærri en 10 kW orðið til. Menn geta haldið blaðamannafund á síni og hérna. Þið ætlaðu að auka orkuframleiðslu 22-25%. Hvernig líst þér á þær hugmyndir? Það þetta var mjög áhugavert í samhengi málanna. Það náttúrulega við höfum verið opnir með það í Vinstri grænum að við gagnrýnum það að vissu leyti að þessi téða áætlun tekur ekki mikið tillit til náttúruverndar til dæmis, þannig að við kannski söknum þess svolítið að það sé áherslan sem hefur náttúrulega verið áhersla okkar. Þið eru ósammála því að þurfi þessar 5 teravattstundir á næstu 10 árum? Við erum ekki ósammála því að það þurfa að fara í orkuöflun. Hins vegar mín skoðun og skoðun okkar í hreyfingunni sú að það þarf að skoða vel, það þarf að vera almennileg þarfagreining þarf að liggja fyrir. Við erum vissulega með orkustefnu til 2050 en að mínum mati vantar ákveðna parta í það hvað varðar þörfina og svo eru þetta flutningsneti líka mikilvæg þáttur sem er verið að skoða núna. En svona aðgerðararmur Vinstri grænna Landvernd keyrir á móti til dæmis öllum línulagningum, hvort sem það frá Norðurlandi og suður í Hvalfjörð eða Suðurnesjalínu 2 sem á að tryggja orkuöryggi á Suðurnesjum. Þeir kæra þetta allt þvers og krus. Ég myndi nú ekki segja að það sé kannski armur í Vinstri grænna ég segi það. En vissulega, já, hluti af okkar baklandi
vissulega á móti Formaður Vinstri grænna var framkvæmdastjóri Landverndar áður en hann kom inn á þing. Það alveg rétt, en við erum ekki sem sagt á þeirri skoðun að ekki sé þörf á orku. Við sjáum það náttúrulega í greiningum og það sem kannski ótakt einmitt að á vissum stöðum, eins og til dæmis á Vestfjörðum, hefur verið sem sagt vöndun á orku hreinlega og flutningsnetið algjörlega í rauninni niður brotið og það náttúrulega virkilega slæm þróun þegar það leiði til þess að verið sé að nota dísilolíu til dæmis. Ég hlóð rafbíl vestur í Ísafirði á sunnudaginn og það var gert með dísilrafstöð. Já, það nú eitthvað kaltanarslegt við það. Það alveg svakalega. Nei, ég bara að segja að veruleikin þetta virkinn á stopp. Það hefur verið þannig í nokkur á hverjum sem er að kenna. Sjálfstæðismenn kenna ykkur það og ég veit ekki hverju þið kennuðu. En ég bara einfaldlega að segja það engin afsláttur veittur af umhverfismálum í þessu sambandi. En af hverju hvaða virkjanir viljið þið? Nei, ég bara einfaldlega að segja það tekið sama ramma áætlun í þinginu og settir í flokka gulan, grænan og rauðan. Nýtingaflokku sem þessi græni. Þið viljið nýta það virkjanir. Það ánáttúrulega halda áfram þeim grundvelli og virkja það sem að Alþingi hefur tekið ákvörðun síðan náttúrulega umhverfismat sem farið í og það kom upp álitamál þar. En menn verða að láta ákvarðanir eða verk fylgja ákvörðunum. Það það einfaldlega sem við erum að segja. Ég nefndi nú að því að segja bara frá lítilli fréttraunar úr Hafnarfirðinum. Við erum þarna í viðræðum við HS Orku og viljum fara í framkvæmdir í Krýsuvík sem hefur verið draumur okkar Hafnfirðinga til áratuga og ég sé ekkert í veginu þar og það að ná samkomulag milli bæjarins sem landeigandi þar og HS Orku og vonandi fyrir eitthvað og þeir að fara þeir í tilraunaboranir ennþá frekari og vonandi verður eitthvað úr því. Ég spurði hann og reynar það, ég meina, heppilegt að gera þetta á þessu háhitasvæði, í samhenginu Eldgos, en þeir eru nú að stækka í Svartsengisöður og engin bilbugur á þar, þannig að menn hættu þetta ekki vera til þarna á skagunum þó að kvín í. Nei. Þannig að við viljum láta verki sína merkin, það bara einfaldlega þannig. Hvernig ætlaði að ná saman með Vinstri grænum við myndum ríkisstjórnar? Það tekst ágjörlega ef þeir verða á vettvangi þá gerum við það. Ef þeir verða þægir í orkumálum? Nei, ég sagði það ekki, þeir verða á vettvangi. Ég trúi því nú þessar kannanir síðan ekki þannig að Vinstri grænir sé að hoppa út af. En ég minnist eins og að þess þegar þeir urðu til og Eva Dögg, þú ekki verið á vettvangi þó sennilega aldamótin? Nei, lítið með þá. Nei, þar var ég í samningaviðræðum það að búa til nýja samfylkingu og það sem að gera það að verkum að upp úr sauð og VG var til og samfylkingi var til, hluta af Alþýðubandalaginu fór sína leið, það voru utanríkismálin. Það voru afstæðan til NATO, afstæðan til hersins. Nei, ég bara læt það liggja. Hvað það mál núna? Já, ert þú að þeirri skoðun að við eigum að ganga úr NATO? Eins og tímandir núna, þetta kannski ekki máli sem að ég hef látið mig mest varða frá minni hreyfingu, bara svo það sé sagt. Ertu sammálaðir stefnu Vinstri grænna að Ísland eigi að ganga úr NATO? Því að það ennþá yfirlýst, henni hefur ekki verið hnekkt. Henni hefur ekki verið breytt, en við höfum samt líka skuldbundið okkur og undir stjórn Katrínar Jakobsdóttur höfum við starfað undir öryggisstefnu Íslands. Og þjóðaröryggisstefnu Íslands og við erum sammála því að eins og staðan þá erum við þetta innan NATO. En ég sé kannski persónulega kannski ekki leið til þess að ganga úr NATO eins og staðan í heiminum í dag. Bara ef við erum alveg hreinskilin og raunsæ. En ég styð verulega þessa friðarbaráttu eða þessa friðarsinna sem eru sem sagt í okkar hreyfingu og eru grundvöllur okkar hreyfingar. Myndir þú styðja tillögu inn á landsfundi VG það að haldi sig í þá stefnu við gangum úr NATO? Ég ætla ekki að tjá mig það kannski, en ég vil samt leggja áherslu á það að eins og Katrín hefur farið fram fyrir okkur og okkar hreyfingu sem forsætisráðherra, það hefur hún lagt áherslu á frið, hún hefur lagt áherslu á loftslagsmálin og mér finnst það bara mjög mikilvæg rödd í þessu samstarfi. Þannig að ég styð það að við höldum áfram á þeim vettvangi og að það sé rauninni svolítið okkar rödd sem þá Ísland ekki Vinstri-hreyfingin Grænt framboð. Þú ert ekki að komast í æfingu og svara ekki spurningunni. Stefán, þetta ekki stóra mál. Ég nefndi þetta bara sem til marks það og hvað hlutinni breyta Þú ert náttúrulega klókur og veist að auðvitað þetta stórt mál ef að menn ætla að halda sig við þessa stefnu og við höfum séð græningjana víða í kringum okkur taka upp gjörbreytta stefnu og segja við viljum vera í NATO vegna þess að við erum í það er bara veruleikinn. Þetta hefur heimsmyndin breyst af vissu leitin, Úkraína breytir þetta öllu. Ég meina,
við erum komin í stríð bara á þröskuldunum. Já, og stríð víðar, langar til að færa aðeins talið að því að þú hefur nú búið vestanhafs líka, það eru þessi átök í háskólanum, meðal annars í Kaliforníu, út af stríðin í Palestínu og einhvern veginn virðist þetta allt einhvern veginn vefjast í kringum líka fyrir forsetakosningar í Bandaríkjunum í haust. Það er rosalegu klofningur í þessu samfélagi, þessu risastóra og mikilvæga samfélagi. Ég hef miklar ágjörð að þessu. Ég bjó þarna í 3 ár 2012 til 15 var það sendið herra og kynntist bandarísku samfélag og ekki síst pólitíkinni afskaplega vel. Og þessi gliðnun þarna sem eru orðið í Bandaríkjunum og byrst meðal annars í þessu gríðarlega fylgi sem að Trump fær, sem að ég hef nú bara engan botn í, sem er nú annar mál. En það er rétt sem þú segir, Stefán Einar, að það sem er að gerast í háskólanum núna blanda síðan yfir í hinn veruleikan sem eru völd gyðinga í Bandaríkjunum þegar að kemur að pólitík og fjármagni og forsetaframbjóðarnir dansa einhvern veginn í kringum þetta. Þannig að ég hef áhyggjur af þróun mála í Bandaríkjunum og hinu líka þó ég sé hundgamall að þá eru þeir bara, þessi 2 frambjóðendur, að Bandaríkin, þetta frábæra land, skuli ekki eiga völ á öflugri frambjóðendum, yngri og ferskari, heldur þessum 2. Það er stórundalegt. Við sjáum líka polariseringu eins og í hinnu heimalandinu þínu, Þýskalandi, þar sem er uppgangur öfgasamtaka á báða bóa, mikil polarisering í Þýskalandi. Ísland er mitt heimaland, bara svo heldur því. Já. En já, ég hef auðvitað vissulega miklar áhyggjur af þessari skautun og þessari polariseringu sem maður er að sjá víðs vegar heim og já, því að við erum að tala mótmælin í Bandaríkjunum og samhengið við forsetakosningarnar, þá er þetta mikið ágjörefni að það er verið að bregðast virkilega harkalega við hérna. Þetta er í raun að auka skautununa, auka polariseringunna, auka reiðina og maður hefur bara ágjör á því hvernig það mun þróast eftir því sem á líður og nú er ekki margir mánuðinir þangað til kosningar eiga sér stað. Nei. Þannig að maður hefur fylgst með þessu með miklar ágjör. En vissulega það er áhugavert að í rauninni bera saman svona umræðuna kannski af því að ég er búsett í Þýskalandi og þar auðvitað er ákveðin myrk saga sem við þekkjum öll og umræðan hér á Íslandi er miklu meira einhliða fyrir Palestínumenn heldur en Ísrael. Ég fylgist með þessi Þýskalandi og þar er umræðan miklu hliðhollari í Ísrael hvað varðar þessi átök. Þeir þurfa náttúrulega, það er náttúrulega bara pólitískt þurfa þeir svolítið að taka tillit til sögunar og maður veitir því vissulega skilning. En er þau ekki líka bara betur veruleikatengdir vitandi það hvernig hryðjuverkasamtök eins og Hamas haga sér? Það er mjög fjarri þeim veruleika sem við búum við hér á landi. Já, vissulega eru þeir nær og þetta bara öllum þessum stríðsátökum að vissuleiti. Þú ert náttúrulega miklu nær Úkraínu, þú ert þarna á meginlandi Evrópu og það eru blikur á lofti hvað margt varðar. En það er óbáslega mikið áhyggjuefni um þetta að svona populístiski flokkur Þýskalands er á mikilli uppleiðurinni og það er vissulega verið, það hefur aukist líka ákveðið svona haturs orðræða einmitt gagnvart gyðingum líka sem eru auðvitað líka varhugavert og áhyggjuefni og þar bera náttúrulega stjórnmálamenn líka ábyrgð að halda kannski umræðinu á ákveðnum tóni. Þeir eru furðulegir þessi 2 leiðtogar, demókrata og repúblikana í Bandaríkjunum, talandi leiðtoga, Guðmundur, það var bent á það reyndar í staksteinum í Morgunblaðinu morgun og þar áður í Viðskiptablaðinu að í þessari nýju orkustefnu sem þið kynnið, þar er að finna 22 ljósmyndir og af þeim eru 20 af Kristrúnu Frostadóttur formanni og þar meðal forsíðan með íslenska fánanum. Eru það að keyra flokkinn inn í einhvers konar persónudýrkun? Tölduðu mikið? Ég held ég sé á 2 myndum. Já, mér fannst ekki nóg komið að þér þarna. Nei, persónudýrkun. Hver skrifaði staktina? Var það kannski ritstjóri Morgunblaðsins? Við þurfum ekki að fara nema 20 ára aftur í tíman, þeir sjálfstæðismenn eða þeir sem eru það hér á morgunum, þeir þekkja það nú þessa persónudýrkun, hvernig að Davíð var nú látið með hann. Nei, ég blæs á þetta. Sannleikurinn sá í þessum orkumálum, við heldum 108, fórum í 180 heimsóknir í atvinnufyrirtæki, við heldum 26 opna fundi. Kristrún var sennilega á 90% þeirra. Það er ekki skrítið þó að einhver hann á myndafinni, því að hún var allstaðar og dugnaðurinn í formannum mínum er alveg ótrúlegur og hvað hún sumir segja hún sé lítið í þinginu fyrir vikið en það gerist afskaplega fátt í þinginu.
og kannski nýr þingmaður hefur uppgötað það núna á síðustu vikunum. En ég blæsa það sem einhver persónudýrkun. Við höldum bara á lofti okkar sterka og öfluga fóringja og við erum gott heimi, við erum bara flott heimi, hún ungur og öflugur, vel hjólandi í stórum málunum, ekki síst í efnahagsmálunum, þar sem hann hefur tekið fóringja Sjálfstæðisflokksins á nesjar og kennt þeim grundvallaratriði efnahagsmála og svo erum við með gamlan hund sem eins og mig. Við erum bara fínt kombo í fórustunni og ég hef enga þörf fyrir að vera myndun, þannig að Kristján myndast miklu betur. Ef þessi bæklingur væri fjölskyldualbúm, þá væri þetta einstæðingur. Nei, þetta er algjört aukaðri og skiptir ekki náttúrulega. Við vorum bara að leika okkur að telja mynd þetta. Þetta er fínt bæklingur. Rétt í lokin, það eru forsetakosningar framundan, Hallar Hund að koma hérna til mín að ræða í þriðji frambjóðandinn til þess. Hvernig halda þetta svona þróist næstu vikuna eða svo? Halda það verið mikla sviptingar á fylginu? Þetta er auðvitað spennandi, nú erum við að fara í fyrstu kappræðurnar í kvöld, að mér skilst. Hjá RÚV, já, það er þetta kappræður á fleiri stöðum. Þannig að ég held að þetta sé bara eins og, já, þetta er bara lýðræðisveisla og það getur ýmislegt breyst, held ég, á næstu vikum og það verður bara spennandi að fylgjast með. Þú styður gamla formanninn þinn, gerir það þeirri? Já, svo sem þingmaður þá maður kannski nú ekkert að vera að tjá sig það, en það er nú ekkert launungamál að, já, ég þekki ákveðin frambjóðanda mjög vel og styð hana til allra góðra verka. Guðmundur, hvernig heldur þetta þróist? Það er ómögulegt að segja. Þessi könnu sem ég sá í morgun truflaði mig dálítið því að ég var með þá kenningu að allir þessi 4 efstu gætu hugsanlega unnið þetta. Botninn verið svolítið úr þessu hjá Jóni Gnarr? Botninn hjá Jóni Gnarr, þessi könnun var ruglandi dálítið og hann skildi hrapa niður í 6-7% eða hvað hann var. Svona vekur upp þá spurningu hvort að samsetningin á þeim sem svöruð hafi verið eitthvað brengluð að því að Jón hefur fengið mest frá unga fólkinu. En síðan var náttúrulega könnun líka sem eldi styrk flokkan og við erum þar að þetta á langstæðstir bara alltaf haldið þetta haga. En það er bara eitt í þessu sem að ég er með svona ákveðan könnun í þessu eða tesu og hún er þessi að það virðist eins og að íslenskur almenningur fari svona í dálítið byltingarkenndan ham þegar það kemur að forsetakosningum og kýs gegn valdi og Kata á í erfiðleikum með það að þessum sökum. Ólafur Ragnar var byltingarsinnið þegar hann vann Pétur Hafstein á sínum tíma og Vigdís auðvitað og svo ég tala ekki Gunnar og Kristján Eldjárn. Þannig að þetta er einhvers staðar í þjóðarsálinni. Ertu þá að spá því að Katrín ná ekki kjöri? Nei, fyrir mánuði síðan þá reiknaði ég með að hann myndi vinna þetta með 40%. Núna er ég ekki viss. En ég tek hins vegar undir með Dögg, hafa nokkur hringt í mig, stuðningsmenn einhverja frambjóðandi og spurt ekki til að stíða hennuna hinn og ég segi alltaf ég vil ekki gera það. Stjórnmálamenn ekki koma nærri því að styðja einn eða annan, það er bara til skada fyrir viðkomandi. Þið megið ekki vera lítil í ykkur, þið eru ekki þekkt. Ég er mjög stór í mér, ég er bara að hugsa svona stórt til að haga frambjóðandi, þeir fá bara sviðið. Gaman að fá ykkur hingað á þessu góðu föstudegi, Eva Dögg Davíðsdóttir og Guðmundur Árni Stefánsson. Góða helgi. Takk hérlega. Eftir örfáar sekúndur sest hérna við borðið Hallar Hund Logadóttir, forsetaframbjóðandi. Hvert skref skiptir máli, frá okkar fyrsta til okkar næsta. Allt skiptir þetta máli og kemur okkur lengra en við töldum mögulegt. Toyota, förum lengra. Hefur þú smakkað Opal Top? Silki mjúkur súkkulaði ís með saltri lakkrístífu sem fær bragðlaukana til að dansa. Vertu í top feeling með MSIs. Hekla. Njóttu þess betur að grilla í sumar með Weber. Það jafnast einfaldlega ekkert á við það. Weber á Íslandi, weber.is. Þá er hún komin hingað til okkar í hádegismóana, Hallar Hund Logadóttir, sem hefur farið með himinskautum í skoðanakönnunum undanförnum og gæti orðið næsti forseti Íslands. Ég ætla að nota næstu mínúturnar til að ræða um embættið, kosningarnar og kosningabaráttuna og svona draga fram hvaða mynd hún sér af Bessastöðum. Blessuð og sæl. Blessaður. Hún er velkomin á svæðið. Takk fyrir. Þú ert bara nýkomin úr flugi frá Akureyri, eða ekki? Heldur betur. Var á Grenivík í gærkvöldi. Já. Síðan gisti á Akureyri og bara beint hingað nánast, beint í setti. Þú ert á ferð og flugi á landið? Já, er búin að vera á Norðurlandinu núna og var áður fyrir vestan og bæði á Vestfjörðum og síðan vestur í Dölum.
Þannig að þetta búið að vera líf og fjör, ef svo má segja. Það líka líf og fjör í könnununum. Hver könnunin og fætur annarri sýnir að þú ert annarkvort í forystu eða fast á hæla Katrínar Jakobsdóttur eða Baldur Þórhallssonar. Kemur þetta óvart, þetta rokna start sem þú færði í könnunum, verandi, kannski ekki eins þekktur kandidat og þau þrjú sem hafa verið leiðandi í könnunum með þér? Já, maður veit auðvitað aldrei hvernig svona hlutir þróast. En ég verð að segja að ég finn mikil samhljóm með þeim áherslum sem ég verið að tala fyrir og þeirri sýn sem ég hef fyrir embættið. Og það kannski sá samhljómur sem að birtast í þessum könnunum og þá erum við að tala sýn það sem að gengur út á að fá Íslendinga til að vinna saman, efla samstöðun okkar, horfa á það að við séum að taka þátt í samfélaginu og að vinna á grunni okkar gilda að því að sækja fram fyrir okkar framtíð. Og ég held að fólki þyrsti í að við séum dálítið að þétta raðirnar. Það eru í raun og veru, Stefán, og þú hugsar það. Það eru þessi gildi, samstæða og þáttaka sem að hafa komið okkur. Það er saman hvort við horfum á orkumálin, eða jafnréttismálin, eða ungmennafélögin. Þetta er allt verkefni sem hafa orðið til vegna þessara gilda. Og ég held núna þegar við erum að horfa á breytingar í tækni, umhverfi og svo framvegis, að við þurfum dálítið að sækja þau aftur og hlúa samfélaginu og sækja fram sömuleiðis. Segðu mér, ég ætla aðeins að ræða við þessi gildi og þessi verkefni sem þú sér fyrir þér á forsetastóli, en getur þú sagt mér, hvenær fékkstu fyrst á hugmynd að bjóða þig fram til forseta? Hvenær fór þetta gerjast og verða svona veruleika? Hefur stefnt að þessu lengi? Nei, ég hef ekki stefnt að þessu lengi, en ég hef alltaf fengið þessa hugmynd svona af og til frá ólíkum hópum. Og ég veit ekki hvort þú fylgdist með því að það var Gangnamannafélagið í raun og veru sem að skorar á mig í samlesnum, auglýsingum. En það er nú lengra síðan. Það er alveg síðan í haust sem að byrja að vera áskoranir og hvatning. Frá því áður en að Guðni tók ákvörðun að hætta? Í raun og veru kannski frá með haustmánuðum en ekkert í líkingu við það sem að gerist eftir að þessi áskorun kemur og síðan var það bara einfallega þannig að því þú varst nú að spyrja hversu hratt hlutir geta þróast og svo framvegis að ég hugsa þetta yfir tiltölulega stuttan tíma. En ég hef alltaf brunnið fyrir almannahagsmunum og fyrir því að vinna fyrir samfélagið. Það hefur verið minn rauði þráður ef við horfum á mín störf í auðlindamálum við stofnanir heima og erlendis, það sem var áður að vinna í málumnum hafsins sömuleiðis. Þannig að þessi samfélagshugsjón, að vilja vinna fyrir samfélagið okkar, sama hvort að það er á sviði auðlinda eða á sviði menningar eða jafnréttismála, það hefur verið rauði þráðurinn í mínum störfum. En fyrst þú varst farin að fá áskoranir að bjóða fram til forseta mörgum mánuðum áður en að Guðni lýsti yfir að hann hygðist ekki bjóða sig fram. Hugleitur það á einhverju tímapunkt að bjóða þig fram gegn sitjandi forseta? Nei, aldrei. Aldrei svo. Ég einhvern veginn, auðvitað er það oft þannig bara að það er einhverjir sem að hvetja mann til ýmissa góða verka. En þessir áskorendur hafa þá væntanlega verið að hugsa þetta þannig að þú myndir bjóða fram gegn sitjandi forseta? Ég hefði aldrei hort á það þannig. Það bara hvarflaði ekki að mér. Það er ekki fyrir en einhvern veginn þetta raungerist svona og það gerist þetta bara mjög hratt og í raun og veru ekkert ósvipað þeirri þróun sem hefur átt sér stað á undanförnum vikum. Þannig að ég er bara þakklátt og í raun og veru bara hrærð yfir þessum hlýju móttökum og ég er sérstaklega hrærð yfir því að maður er að sjá lýðræðið. Við erum að sjá hundruð sjálfboðaliða. Við erum að taka á móti manni allt land. Fólk sem er búið að leggja mikið á sig við því að opna dyr alls staðar. Það er merkilegt. Og það er eitthvað fegurð í því. Þitt fyrsta starf hér á Íslandi að loknu námi og störfum út í Bandaríkjunum er embætti orkumálastjóra. Já. Og það hefur gustað þig á þeim vettvangi. Mér langar aðeins til þess að taka umræðu þau mál. Við búum við orkuskort á Íslandi. Við erum í vandræðum vegna þess að lónin okkar fyllast ekki nægilega vatni. Það er verið að skerða orku. Það er milljarða tjón að verða í þjóðarbúinu vegna þess að okkur vantar orku.
það eru margir sem að halda því fram, samtök iðnaðarins, stjórnmálamenn, jafnvel meirihluta, eða þingmenn sem að tilheyra meirihlutanum, sem halda því fram að stofnunin sem að þú ferð fyrir hafi dregið lappirnar í sínum verkefnum. Vísa meðal annars í klúður í tengslu við leyfisveitingar hjá Hvammsvirkjun og öðru slíku. Hverju svarar þessu? Berð þú að einhverju leyti ábyrgð á því að við séum komin í þessa óhappa stöðu, þar sem fólk þarf jafnvel að hlaða rafbílana sína með díselrafstöðu? Takk fyrir, Stefán, að vilja fara yfir þessi mál, af því ég held að sé svo mikilvægt að draga fram að auðvitað þetta einstök staða sem núna með lónin. Þetta versta staða í sögu Landsvirkjunar. Það ekki bara lónin. Menn hafa verið í skerðingum áður en að þessi vatnsstaða var svona slæm. Meðal annars varðandi síldar og loðnubræðsluna fyrir austan og auðvitað stöðuna á Vestfjörðum. Og það hefur verið, í raun og veru lónstaðan, hefur verið eitthvað sem hefur verið slæm síðustu 3 ár frá því að ég tek við þessu embætti. En það sem skiptir máli að þegar ég kem inn í Orkustofnun, að þá sér maður að ferlar eru krefjandi og erfiðir og við höfum verið að besta skilvirkni innan þeirra lagarama sem við erum búin við. En það hefur ekki skilað sér í leyfisveitingum og það sem að leyfisveitingar hafa verið gerðar eins og í Hvammsvirkjun sem næsta stóra framkvæmd á vettvangi Landsvirkjunar. Þar bara allt í uppnámi vegna þess að stofnunin klúðraði þeim málum. Það hefur nefnilega skilað sér því að síðustu 2 ár hafa verið en umfangsmestu leyfisveitingar árið sögu stofnunarinnar og gleymum ekki Orkustofnun fyrir auðvitað líka með nýtingu vatns og nýtingu jarðefna. Þannig að heilt yfir hefur það verið staðan. Ég get hins vegar alveg tekið undir að þessir ferlar eru gríðarlega krefjandi og það birtist einmitt í málum eins og Hvammsvirkjun sem að við veittum leyfi fyrir, var kært metfjöldi kæra, við veitum leyfið og hvar standa málin í dag, þetta var kært, þetta fór til Umhverfisstofnunar í ár, var síðan aftur kært og nú voru að koma ný kæra landeigenda á hendur ríkisins. En það er ekki bara í kærumálum, við heyrum að því út all land, það er fólk að hafa samband hér á blaði sem að segir að fá ekki svör frá ykkur, meðal annars vegna vassréttinda eða vassleitar, vassborana, hvort sem það er í Vestmannaeyjum eða annar stað, menn bíða kannski á annað ár án þess að fá svör það, hvenær von sé á því að þið getið brugðist við? Í raun og veru bara svo í klári að auðvitað eru þessir leyfisferlar krefjandi og það er kannski stærsta tækifæri ef við horfum á auðlindanýtingu sem er svo mikilvæg fyrir samfélagið okkar. Hvað þýðir það að þeir séu krefjandi? Ef þú leyfir mér að klára, þeir eru krefjandi út af þessum kæruferlum. Þetta er ekki mál sem hafa verið kærð, þetta bara sittur fast í kerfinu, segir þeir. Svo ég klári máli með Hvammsvirkjun og svo skulum við tala hitt. Að varðandi Hvammsvirkjun og varðandi þessar leyfisveitingar, það birtist svo vel þar hvað þetta eru krefjandi ferlar og þá segi ég, hvað er þetta að gera þar? Jú, það er ekkert að stytta byggingatíma virkjana eða hönnunar, ekki mikið, það eru fastir tímar. En það er hægt að horfa á þetta leyfisveitingaferli og þar hefur farið fram vinna sem er núna komin í umsagnarferli og ég held að það sé stóra tækifæri, Stefán, að horfa á ferlin af því að það er mjög slítandi fyrir samfélög, saman hvort þú ert að tala um orkufyrirtækin eða aðra, að vera að takast á svona lengi mál. Auðvitað á bara að vera styttri tími frá nýtingaferli. Hvað það dæmi? Ég nefni önnur dæmi þar sem að menn bíða von úr viti eftir svörum frá stofnuninni. Það er bara staða mála heilt yfir hjá hinu opinbera. Við erum Orkustofnun sem ég er í leyfi frá, þannig ég ætla nú ekki að tjá mig mikið það hlutverk, en það er ég hér til að ræða embættið. Við erum að leggja mat á frambjóðendur út frá því sem að þeir hafa gert í sínu fyrir störfum. Það er óhjákvæmilegt. Það er mér ljúft og skylt. Og hvað svörun og annan hraða varðar, að þá er það gert eftir bestu getu hverju sinni, en við erum auðvitað stofnun sem er fjórði eða 50 af stofnunum eins og Umhverfisstofnunum og meðan að málaflokkurinn er gríðarlega mikilvægur. Þetta það vegna mannfæðar sem að þessi seinagangur er? Meðal annars er málaflokkurinn sem er svo þýðingamikill fyrir þjóðina og einmitt að þú varst að nefna Vestfirði. Hefur þú kallað eftir auknu fjármagni til þess að fjölga starfsfólki til að stytta þessa ferla? Við höfum að sjálfsög gert það, unnið hönd í hönd og einmitt gott þú komir inn á þetta. Því að eitt af því sem við höfum náð fram eru gjaldtökuheimildir sem er núna í farvegi hjá þinginu til þess að það sé hægt að bregðast við sveiflum þegar kemur að því að sækjum leyfi, að setja afgreiðamáli hraðar. Því að, Stefán, það er allra hagur og það er eitthvað sem skiptir máli að því þú veist að nefna samfélög. Það skiptir einmitt miklu máli að þegar við erum að horfa á orkumálin, að við séum að horfa á þau í samhengi við þarfir samfélag.
Og þar alveg augljóst að það eru áskoranir til dæmis fyrir vestan, þar sem ég veit að við vorum bæði ekki alls fyrir löngu og líka í Vestmannaeyjum. Og við þurfum að hugsa dálítið þessa innviðu uppbyggingu í takt við samfélögin. Ertu fylgjandi þessum virkjunarframkvæmdum eins og Hvammsvirkjun, Hvalárvirkjun fyrir vestan mögulega vatnsbúskap í tengslu við Vatnsfjörð á sunnanverðum Vestfjörðum? Hvernig líst þér á þessar framkvæmdir? Embættismenn, og nú tala ég sem orkumálastjóri í leyfi, Þú ert að bjóða fram til forseta. Embættismenn hafa ekki skoðun á einstaka virkjunarframkvæmdum. Þú ert að bjóða fram til forseta? Já, og í hlutverki forseta mun ég ekki ráðskast til einstaka virkjunarframkvæmdir. Hafa Vestfirðingar ekki til dæmis rétt á því að vita hver afstæðin til þess hvort það eigi að virkja þar eða ekki? Mín afstaða svo að það eigi í málum sem að snúa innviða uppbyggingu svo að við að vera að horfa á nýtingu orkuauðlinda í samhengi við samfélög. Það hefur kannski, ef maður horfir á sögun okkar, þá var það akkurat sagan. Við vorum að byggja... Við eigum að skoða þetta í samhengi við það er alveg rétt, en spurningin ertu fylgjandi því að Vestfirðingar fá að nýta þessi fallvötn til orkuframleiðslu á sínu heimasvæði? Ég ætla ekki að tjá mig einstaka virkjunarkosti, en ég ætla að segja það að mér finnst vanta inn í umræðan orkumálin og eitthvað sem að ætti að leggja áherslu á þegar verið að tala saman hvort að það styrking flutningskerfa eða orkuframkvæmdir, að við eigum að setja í forgang þau verkefni sem að styðja við ólík samfélög. Og þar, ég nefni Vestfirði og ég nefni Vestmannaeyjar, að því að það eru augljóst dæmi þar sem að innviðir eru ekki nægilega sterkir, styðja ekki við samfélagið. Það var Vestmannaeyingar að fá svör það hvort að þeir megi bora og... Já, það þetta svo frábært Stefán, því að hvað snýst það þá Það snýst að ef við viljum flýta málum, þá akkurat þarf kannski að styðja við stjórnsýslu í slíkum málum og það þarf þá kannski líka að horfa á hvernig sé þetta stytta ferla og ég held að allir séu saman í liði. Þú hefur eldað grátt silfur við samtök iðnaðarins sem að fara fyrir, við eru talsmenn álveranna og jafnvel stóru orkufyrirtækin í einhverju tilliti. Þeir hafa, eða framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins hefur sakað þig meðal annars það að hafa veitt ríkisstjórn Íslands rangar upplýsingar varðandi möguleg orkuskipti. Að ríkisstjórnin hafa grundvelli upplýsingar frá þér og þeirri stofnun sem þú fer fyrir ákveðið að lýsa því yfir að við myndum verða sjálfbær hvað orkunýtingu varðar árið 2040 í stað 2050 áður. Ég hef talað við fólk innan ríkisstjórnar Íslands sem segir sömu sögu. Veitti Orkustofnun rangar upplýsingar þegar ríkið mótaði þessa, þegar ríkisstjórnarflokkarnir mótuðu sína stefnu við síðustu stjórnarmyndun? Ég hef ekki, þetta bara ekki rétt. Það sem að skipti máli hér framkvæmdastjórnin að fara bara með rangt mál þá? Kannski verið að horfa á orkuskipti á landi. Ég held að orkuskipti á landi auðvitað eitthvað sem við getum náð fyrir þennan tímaramma. Það segir ekki í yfirlýsingu ríkisstjórnar, það er talað orkuskipti heilt yfir. Já, ef þú horfir á öll gögn og greiningar sem að Orkustofnun hefur verið að gefa út, þá verið að horfa á raunsætt mat á því hvað hægt að ná fyrir hvert tímapunkt, líka út frá því hvernig orkuöflun miðar fram og hvernig þessi hlutir fara saman. Og þá samkvæmt þeim greiningum, þá þetta að ná þessum markmiðum hvað varðar orkuskipti á landi. Við getum verið með ákveðin skref þegar kemur að skipaflota öðru, en þetta ekki ráðgjöf sem að ég kannast við að Orkustofnun hafi veitt og ég held að það sé bara auðsjátt mál fyrir hvert sem að skoða þær greiningar sem að stofnunin hefur gefið út til þess að fara yfir. Þegar þú komst til starfa þá var starfandi svokölluð orkuspárnefnd. Hver eru afdrif hennar? Já, það hefur orðið grundvallarbreyting á umgjörð orkumála og eitt af því sem hefur gerst að það komið inn samkeppnisumhverfi. Og hvað þýðir það? Það þýðir það að stofnanir eins og Orkustofnun sem áður voru miklu meira í framkvæmd virkjana, ef við horfum bara á sögulegt samhengi, hafa ríkara eftirlitshlutverk. Var Orkustofnun í slíkum verkefnum að byggja virkjanir? Já, ef við horfum aftur í tíman, förum bara í orkusögun okkar, þá var Orkustofnun meira þar. En það sem bara ef við förum aftur í tíman... Landsvirkjunar? Já, þetta bara í raun og veru á sama tíma, þá voru menn að vinna miklu þéttar saman. En með samkeppnisumhverfinu sem að birtist í orkupökkunum sem að stjórnvöld hafa verið að innleiða, að þá komið samkeppnisumhverfi. Og það geta menn haft ólíka skoðun á, en það þýðir það að í samhengi við orkuspárnefnd að þá hefur Orkustofnun eftirlit með fyrirtækjum eins og Landsneti og getur þar leiðandi ekki setið við sama borð og þeir aðilar sem að stofnun hefur eftirlit með.
og þar að leiðandi þurfti stofnunin að vinna þessa vinnu sjálfstætt og hefur gert það með miklum Þannig að þú leggur niður orkustofnun? Já, við breytum ferlinu. Við gerum það þannig að það unnin spáin, það eru síðan lykilhagaðilar sem að fá að fara yfir hana, sem eru sömu aðilar og voru í orkuspánefnd og meira segja fleiri, það eru fleiri sem koma að borðinu. En nú hefur Landsnet sem að þú nefnir, þeir hafa frá árinu 2019 varað við yfirvofandi orkuskorti á landinu, í skýrslu eftir skýrslu, í ársskýrslum sínum. Þegar maður fer yfir ársskýrslurnar hjá Orkustofnun og það ræður sem að þú hefur flutt, það ekki verið að minnast á orkuskortinu sem að hætti því að við ekki tekið undir það sjónarmið Landsnet sem að hefði þá væntanlega komið fram á vettvangi þessarar orkuspánefndar ef hún væri ennþá starfandi. Þetta reyndar ekki rétt því að orkuspánefnd var auðvitað starfandi upp á alveg þangað til að ég tek við. En það sem skiptir máli hér, Stefán, er að auðvitað það þannig að tímalengd bygginga nýrra verkjana er miklu lengri en þá sá tími sem að ég hef gegnt starfi orkumálastjóra. Það er ekki, á þeim tíma sem að þú hefur gegnt embættinu hefur þú getað varað við orkuskorti. Ég hef nú heldur betur gert það. Heldur betur. Ekki í skýrslunum. Heldur betur talað áhyggjur orkuskorti og talað það sérstaklega í samhengi við almannahagsmuni sem við þurfum að huga að og þá er ég að tala orkuskort. Það er nýtilkomið mál. Það er ekki nýtilkomið, það er búið að vera... Ekki 2020, ekki 2021. Já, enda er ég ekki starfandi orkumálastjóri á þessum tíma. Ég tek ekki við... 2021, 2022. Já. Er þetta ekki inn í myndinni? 2021 og 2022, men ég er búin að vera að tala mikilvægi orkuöryggi heimila. Þú er ekki varað við orkuskorti eins og... Heldur betur, orkuöryggi heimila er akkurat nauðsynlegt vegna þess að hér knöpp staða í kerfinu. Það er ekki til næg orka og þess vegna þurfum við að horfa á það að verja heimilin. Og ég get bara tekið undir með Stefán, það mætti ganga hraðar, ólík verkefni. En hvað eigum við þá að gera tilkall til ef við erum að horfa á það að hraða verkefni? Nú þá er það að löggjafinn sem að getur breytt ferlum án þess að gefa afslátt af faglegu markmiðum, það er löggjafans að breyta það ferlunum. Og sem betur fer hefur ráðherra málaflokksins verið að vinna slíka vinnu og við höfum tekið ötulan þátt í henni. Þannig að ég á vona því að stjórnvöld séu að horfa á þessi mál. Þú talar það að það sé mannfæð sem að valdi því að stofnunin hefur ekki getað risundið í hlutverki sínu að afgreiða þessar leyfisveitingar hér innanlands. Þú hefur verið mjög mikið á ferðinni í þínum störfum og meðal annars varstu stödd í Argentínu í maí 2023. Þar undirritaðir þú ásamt loftslagsráðherra Argentínu viljayfirlýsingu samstarf þjóðanna í orkumálum. Ég hef lagt fyrirspurn fyrir bæði utanríkisráðuneytið og umhverfisráðuneytið í þessum efnum og þeir kannast ekki við að hafa veitt heimild fyrir því að viljayfirlýsingar þessu tagi eru samþykkt. Er eitthvað í lögum Orkustofnun og orkumálastjóra sem gefur þér heimild til þess að ganga til milliríkjasamninga af þessu tagi? Þetta er ekki milliríkjasamningur. Hér að ræða yfirlýsingu, almenna yfirlýsingu sem segir við viljum vinna saman á ákveðnum hlutum. Þannig að það er mjög mikilvægt að draga línuna þar á milli. Og Orkustofnun hefur komið í gegnum tíðina að fjölda almennra yfirlýsinga og líka þyngri yfirlýsinga þetta varðir. En hefur stofnun leyfi til þess án samráðs við viðeigandi ráðuneyti? Reyndar var þarna sendiráð Íslands í Washington sem að fer með... Sendiráðið er ekki... Jú, það er hluti af utanríkisráðuneytinu og fer með málefni Argentínu upplýst þetta og ræðismaður okkar í Argentínu var með okkur á þessum fundi, þannig að þetta er nú ekki alveg rétt. Orkustofnun heyrir ekki undir utanríkisráðuneytið? Nei, en það er nú fegurðin í samvinnunni, að við erum í öflugu samstarfi við utanríkisráðuneytið mörg mál. Og mér langar aðeins að upplýsa umhverfisráðuneytið það ef að þú flýgur yfir hálfan hnöttinn og undirritar viljayfirlýsingu við stjórnvöld, við ráðherra þar í landi. Ég upplýsti í þessu tilfelli utanríkisráðuneytið, það er alls konar mál, kannski hefði ég geta unnið þetta eitthvað betur og ég fer yfir svona mál með mínu ráðuneyti og við finnum út úr þeim. En það er mikilvægt að átta sig á því að varum að ræða almenna yfirlýsingu það okkur langi að skoða mögulega að vinna saman. Og mér langar til að... Það er stefnumarkandi ákvörðun sem að maður hefði haldið að stjórnmálamennirnir ætti að taka. Það er bara það sem maður horfir á þegar maður er að byggja upp tengsl og veistu það, Stefán? Þú fékkst tiltal frá ráðuneytisstjóra vegna þessa máls. Við höfum heimildir fyrir því.
Veistu það að Þeir voru ekki sáttir við þetta. Ég á svo ótrúlega gott samstarf við ólíka aðila. Þeir voru ekki sáttir við framgöngu embættismannsins í þessu tilliti. Það segja okkar heimildir inn í ráðuneytinu. Já, nú veit ég bara ekki nákvæmlega hvað þú ert að tala, en ég hef átt bara gott... Fékkstu ekki tiltal frá ráðuneytisstjóra? Ég hef bara átt gott samstarf við ráðuneytisstjóra og aðra fjölda... þetta mál? Ég bara hef átt samræði við ráðuneytisstjóra ráðuneytisins og fjölda aðra. Fékkstu tiltal vegna þessa tiltekna máls? Ég fór yfir þetta mál og mörg önnur mál fer ég yfir regluna með ráðuneytisstjóra, en það er mjög mikilvægt að embættismenn séu að vinna með ráðuneytisstjórum, með öðrum sem koma að þessum málum. En leiðu mér að segja þér af hverju það er mikilvægt að tryggja samvinnu á milli ólíkra ríkja. Hvað er Argentína að gera? Við þekkjum það. Það er ekki málefni... Það er ekki það sem að... Við þekkjum það. Þeir eru til þess mjög öflugir í málefnum Suðurpólsins, en það kemur bara málefnum Íslands ekki við og síst af öllu þegar við eigum við orkuskort og það er þess sem ég spyr út í áherslunar. Og mér langar til að spyrja út í viljayfirlýsinguna aftur. Hvernig kemur hún til? Hvernig gerist þetta að þú ferð yfir hálfan höttinn og undirrita viljayfirlýsingu þetta samstarf? Í raun og veru upphafið þannig að ég átti fund eða stjórnvöld átti fund, ráðherrar átti fund á milli Íslands og Argentínu og þar er óskað eftir því að við eflum samstarfið og í kjölfarið kemur boð á það að fara á annan fund. Loftslagsráðherra sem þú undirritar samningi við, heitir Cecilia Nicolini. Já. Hún er þér að góðu kunn úr... Heldur betur. Þið eru gamla bekkjarsystur. Ég er svo heppin, Stefán, að ég hef búið erlendis í 10 ár. Ég hef verið í Bandaríkjunum tvisvar við Harvard og Tufts. Ég hef unnið við Harvard-háskóla. Ég hef unnið við ólíkar stofnanir í Evrópu og hvað þýðir það? Það þýðir að ég hef alveg gríðarlega sterkt alþjóðlegt tengslanett sem ég legg mig fram við og mun leggja mig fram við í samhengi við embætti forseta Íslands að nýta til að lyfta öllu því góða upp sem að skiptir máli fyrir landið okkar og í þessu tilfelli þegar kemur að málefnum í samhengi við Argentínu og Ísland að þá er það akkurat sömu málefni og byrtast okkur núna heilt yfir í Evrópu. Við erum að tala um... Þið Nicolini sem að höfðu frumkvæði að þessu samstarfi? Í raun og veru bara eins og gerist með tengsla það er áhuga... Þú nefndir þetta að það eru fundið milli stjórnvalda, voru það þið tvær sem að höfðu frumkvæði að þessu? Það var í raun og veru óskað eftir að ég kæmi á þessum fundi á milli ráðherra og þetta er í framhaldi af því. Og ég segi sem betur fer og leiði mér aðeins að bæta við. Hvað erum við að hugsa þegar lífæð Íslands eru alþjóðasamskipti og alþjóðaviðskipti. Við þekkjum það í gegnum útflutning og jarðhitaþekkingu meðal annars. Þetta er alltaf áhugavert en það kemur bara ekki viðtalinu við. Það kemur því nefnilega við, ef þú leyfir mér að klára, það kemur því nefnilega við að því að við erum að horfa þarna að Argentína hefði áhuga á jarðhitanum okkar. Já. Og auðvitað er það eitthvað sem er mikilvægt. Öll Suður-Ameríka hefur möguleika fyrir alla fyrir... Spurningin er bara hvort orkumálastjórinn er ekki þá einbeita sér að því að koma orkumálum í Ísland og hreint áður við lögum það í Argentínu. Og það er frábær spurning. Já. Því að ég fór vel yfir ferðalög. Minn forvari í starfi sem er fallin frá... Guðni heitinn Jóhann. Já, Guð blessi minningu hans. Vann mjög einmitt öflugt starf þegar kom að jarðhita, var mikið erlendis, en vann öflugt starf þegar kom að jarðhita erlendis. Já, við erum ekki að ræða Guðna heitin hér í þessu viðtali. Nei, það sem skiptir máli er að þegar ég tek við í embætti orkumálastjóra, þá fer ég yfir þessi ferðalög. Af því að eitt af því sem að skipti máli var að... Þetta er ekki málefni þessa viðtals. Eitt af því sem að skipti máli var að setja áherslur innanlands. Og hvað ger ég? Ég sker ferðirna niður það bil 60%. Þú ert í miðju COVID... Nei, ég er ekki að taka COVID-tíman. Ég er ekki að taka COVID-tíman inn í þessu. Ef við tökum hann út fyrir siga, þá ferðast ég 60% minna. Og ég ætla að segja þetta aftur, 60% minna en minn forveri í starfi. Við förum við þær tölur seinna. Mér langar til að spyrja þig í ljósi þessara viljayfirlýsingar. Hvernig túlkar og hvernig munt þú umgangast 13. grein stjórnarskrárinnar sem fjallar forseta Íslands í þessu ljósi? Fyrir mér er það þannig að forsetinn, hann er að vinna að því að styðja við utanríkisstefnu stjórnvalda. Hann vinnur við það að styðja við hana. Mun hann fara og gera viljayfirlýsingar án samráðs við viðkomandi ráðuneyti? Ég reyndar vann með utanríkisráðuneytið en hann mun vinna við það að styðja okkar utanríkisstefnu eins og hún birtist á ólíkum vettvöngum og ég mun sinna því hlutverki af alúð. Og ég tel að séu gríðarlega mikil tækifæri fyrir forsetaembættið að lyfta upp öllu því góða sem við eigum á Íslandi. Munt þú taka frumkvæði að verkefnum eins og því sem ég nefni hér í Argentínu verður kjörum forseti?
Ég mun vinna með utanríkisráðuneytinu að því að hugsa saman hvernig við getum lyft upp öllu því góða sem á Íslandi, nýsköpunin okkar, hjálpa fyrirtækjunum okkar, hjálpa menningun okkar á listum, efla jafnréttismál. Ég mun vinna á öllum þessum sviðum og ég held einmitt að hlutverk forseta sé að horfa á tækifærin sem hafa birst mér svo skýrt allt land að undanförnu, hjálpa þeim að vaxa innanlands en líka að tala fyrir því að þau vaxi erlendis og vinna með hlutaðandi aðilum að viðandi hætti þannig. Það er annað mál sem að mér langar til að ræða við þig sem varðar aftur Orkustofnun. Það tengist máli sem að Morgunblaðið hefur fjallað nokkuð og það varðar greiðslur til fyrirtækisins Langbrókar og einhver Karínar Kjartansdóttur almannatengil sem að hefur starfað núna í allnokkra mánuði fyrir þína hönd innan stofnunarinnar og þið hafið greitt, eða stofnunin hefur greitt 12,8 milljónir króna til þessa fyrirtækis fyrir þessi störf. Hún var að sinna þessu störfum á sama tíma og hún var kosningastjóriðinn eftir að þú lýstir þér framboði og þessar greiðslur héldu áfram að berast eins og við höfum fjallað hér á blaðinu. Er þetta ekki óheppileg hagsmunaárekstrar sem að þarna hafa átt sér stað? Það væri það sjálfsögðu ef að svona væri í pottinn búið. En sannleikur málsins sá að ég ræð viðkomandi aðila til að sinna ákveðnu afmörkuðu hlutverki. Þetta svokölluð aðkeypt þjónusta, ef svo má segja. Sem almannatengst. Vegna þess samskipti við fjölmiðla, undirbúning ársfunds og annað. Það var áður heill starfsmaður í þessu hlutverki á stofnuninni. En ég taldi að væri mikilvægt að reyna að hagræða því við erum alltaf að reyna að nýta fjármunna í verkefnin, í leyfi og greiningar og annað. Þannig að ég fór þá leið að hafa aðkeypta þjónustu sem samsvarar 2 dögum í viku. Viðkomandi aðili hefur sinnt þessu hlutverki af kostgæfni og það hefur heldur betur mætt á. Við erum búin að vera með fjölda eldgosa, við erum búin að vera með orkuskort og annað og mikil eftirspurn líka hjá orkufyrirtækjunum eftir upplýsingum. En ef þetta eru 2 dagar í viku, já, þá er það 8 dagar í mánuði. Og þetta eru 1 milljón krónur á mánuði. Hvernig getur það verið betra heldur en að vera með starfsmann? Myndi starfsmaðurinn kosta mikið meira? Hann kostar það. Við erum að horfa á laun og launatengt gjöld og húsnæði og annað. Þá er þetta töluvert mikill sparnaður og við vorum að fá mjög góða þjónustu sömuleiðis og ég verið að fara þessa leið að skera niður, meðal annars líka í mannauðsmálunum, hafa bara takmarka hlutverk í staðan fyrir að ráða 1 starfsmann svo við getum verið að sinna verkefnunum, faglegu verkefnunum sem allra best. Og auðvitað var það ekki þannig, Stefán, að viðkomandi var að vinna tengt minni kosningabaráttu á meðan að... Hvernig kom það ekki til? Þekktust þið? Nei, við þekktumst ekki neitt. Þegar ég er að leita að starfsmanni hvað þetta varðar, að þá eru nokkrir aðilar sem að koma til greina og ég næ samningi þarna þessa ráðstöfun. Nú er hún orðin kosningastjóri. Hún er ekki kosninga, og bara þannig ég taki fram að það sem er kannski öðruvísi við mitt framboð, að við erum að vinna sem fjöldarhreyfing. Við erum með hundruði Hún er að vinna á fullu fyrir þína hönd, það sjá það allir og það er ekkert launungamál. Ég er með hundruði sjálfboðalega, ég er með kosningastjórn. Engin Birkur og Karin Kjartansdóttir. Já, mikið er ég þakklátt, Stefán, að fólk sem að hefur kynst mér í gegnum tíðina. Og það er greiðslur frá stofnuninni sem þú fer fyrir. Já, öllum er frjálst í lýðræðisríki að taka þátt, Stefán, að taka þátt, leiðu mér að klára, það er öllum frjálst í lýðræðissamfélagi. Ef að fólk er að sinna sinni störfum og allir mínir sjálfboðaliðar eru eða langflestir... Það geta orðið hagsmunaárekstur og þú hlýtur að gera þig grein fyrir því. Enda var það þannig að í tilfellinu sem þú vísa til að þá lætur viðkomandi aðra sjá verkefni þar sem eru hagsmunaáherslur og núna hefur viðkomandi þegar framboðið mitt var úrskurðað kom fram að þá viðkomandi sagt sig frá öllum verkefnum. Það var ekki fyrir en þá varst þú búin að stunda þína baráttu í nokkra vikur. Já, en á öllum þeim tíma var búið að gera grein fyrir, hafði viðkomandi aðili gert grein fyrir að hún er að segja sig frá þessu verkefnum. Það eru frekari greiðslur hér inn á stofnunum, við höfum farið í gegnum opna reikninga hér á blaðinu. Þú hefur verið upptekinn við lestur, heyri. Já, ég les mjög hratt. Það er fyrirtæki sem heitir 99 EHF, kannast við það? Já, heldur betur. Þegar við greitt í fyrirtæki á síðustu
16 mánuðum 7,6 milljónir, Óskari Erni Arnarsinni. Hann mjög virkur í frambúðinu hjá þér og fer mikinn inn á stundismannasíðum og öðru slíku. Fyrirtæki Krásir EHF sem ég reyndar átt að mikið hvað gerir, þau hafa fengið á síðustu mánuðum 1,6 milljónir. CEO Hugsun sem að virðist vera stjórnendaráðgjöf við þig, þegar 0,5 milljón, það Gunnhildur Arnardóttir sem að kom inn í stundismannahópinn fyrir frambúðið. Hér sýnist okkur að það séu á 4 milljón að renna til fyrirtækja sem tengjast fólki sem að tekur harðan slag fyrir því í baráttunni, að Tendus líka, Helga Lára Haarde sem þar starfsmaður. Þetta hlýtur að vekja spurningar hagsmunaárekstra. Stefán, það auðvitað hægt að reyna að gera allt tortryggilegt. Ég ekki að reyna, ég nefnir þetta tölu að segja, finnst þér ekki ástæða til þess að fólk staldri við? Mér ljúft og skylt að fara yfir þessi mál og bara að fullri einurð og heiðarleika. Ég þekki ekki alveg öll nöfnin sem þannig að koma fram, en ég get tekið sem dæmi að þetta fyrirtæki sem að vinnur held í mannus, mælingum, CEO Hugsun, eitthvað sem að komið til löngu fyrir mína tíð sem orkumálastjóri. Þannig að bara þannig að það sé sagt. Varðandi aðkeypta þjónustu eins og frá 99 fyrirtækinu, að þá fórum við í það að endurgera heimasíðun okkar af því að það var mikil eftirspurn hjá fyrirtækjunum að hafa betri aðgengi af upplýsingum og gamla síðan var frá 2008 eða 2007-2008 og viðkomandi tók þátt í því verkefni og það eru og nú vinnur þessi sammeðli sem sjálfboðaliði við frambúðið. Já, en það eru eðlilega samningar og bara beinlínis vörur, til dæmis heimasíðan sem öllum frjálst að skoða. Góð heimasíða. Já, takk fyrir það, sem að liggja þarna baki. Þannig að ég segi heilt yfir, auðvitað fullt af fólki og við höfum kannski unnið þess að baráttu öðruvísi, því að við höfum ekki verið með fjármagn á bakvið til að ráða fólk eins og önnur framboð. Við höfum verið að treysta það að ættingjar og vinir og ólíkir aðilar. Hinn frambúðin gera það nú held ég líka. Já, en hvað hyggstu eyða miklum peningum í baráttunni? Ég bara veit ekki nákvæmlega hvernig það þróast. Þú mást eyða 70 milljónum? Já, ég get sagt þér að ég auðvitað kem úr venjulegum bakgrunn, ef svo má segja. Ég ólst upp í bakgrunnum í blokk í Hraunbænum og reyndar í Viðarási 22 sem einbýlishús? Já, foreldrar mínu byggðu og við fluttum þangað þegar ég komin á fermingaraldur og hef kem úr venjulegu umhverfi, var mikið sveit, austur og síðu. Þú leggur áherslu á blokkin, en þú bjóst líka í einbýlishúsi. Já, en ég líka í þessu framboði, bara til að koma því að. Við erum alveg að sjá það er ekki allir í okkar samfélagi sem hafa það jafn gott. Það eru ólíkir hópar sem þarf að taka á utanum. Og ég ólst upp í stúdíóíbúð í Hraunbænum þangað til ég var 6 ára og ég hef fengið svo mikið af tækifærum og ég hef átt landið okkar á svo marga vegu. Og ég er ekki viss að sama stelpa sem myndi alast upp í blokk til 6 ára aldurs hefði endilega öll þau tækifæri í dag. Þannig að mig langar til að við tökum utan ólíka hópa. Mig langar til að við þéttum raðirnar. En það ekki bara stjórnmálamenn sem að gera það? Nei, það akkurat hægt. Embætti forsetans samkvæmt stjórnarskránni ekki fólkið því að bæta kjör fólks? Nei, en embætti forseta getur sannarlega orðið liðsmaður og talsmaður þess að við séum að hugsa hvort annað. Við séum að draga saman ólíka þræði. Við séum ekki að horfa á sundrung heldur og draga okkur saman og þannig höfum við alltaf verið sterkust. Og af því að ég segi, ég með þessi gildi þáttöku og samstarfs sem að ég er að tala fyrir, að þau birtast ekki bara í því að við séum betri að koma hlutunum í verk þannig, eins og ég hef talað á því að nefna sveitina, mikið í tengslu við heiskap, en þau birtast líka í því, Stefán, að við erum að sjá faraldur einmanaleika í samfélaginu okkar. Það er að birtast til dæmis ef við horfum á ungt fólk. Nú erum við farin að fara við erum akkurat farin að tala sem við eigum að fara að tala Þetta er ekki stjórnarskrá, þetta er ekki starfslýsingin samkvæmt stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Nei, auðvitað. Það er ekki verið að ráða forseta til þess að gera hvað sem er. En forseti á líka að tala fyrir samstöðunni. Hann á að draga að ég vil ástæðan fyrir ég tala þáttöku og samstarfi líka því að við megum ekki horfa á unga fólki okkar einangrast. Við þurfum að fá það til að vera með í samfélaginu, framtíðin okkar. Byggir á því að við séum öll að taka þátt. Við tökum þessa umræðu lengra þegar við hittum þig austur og héraði á mándaginn. Ég og Andrés munum hitta þig þar. Við erum bara saman annan hver dag. Já, og svo munum við hittast aftur í lok maí í kappræðum hér rétt áður en kosningunum líkur. Við verðum að slíta þessu núna því við erum út af tíma. Leifur mér að koma með loka setningu. Já, eina setningu.
ég leiði mér að hafa það 3 ár. Nú er ég búin að vera á Norðurlandi. Ég er búin að heimsækja fyrirtæki sem eru að fjölnýta okkar auðlindir sem að skapa verðmæti og mig langar til að lyfta öllum þessum góðu verkum upp. Þannig að við séum betur á mánudaginn komandi í löngu máli. Gott að fá þig heimsón og gangið vel í baráttunni allar hund. Takk fyrir það. Þá er ekki meira á vettvangi spursmála þennan föstudaginn, en við verðum á hringferð á mánudag og svo á föstudaginn í næstu viku. Þá verður Jón Gnarr kominn hér við borðið og ég mun spyrja hann að sjálfsögðu spyr honum úr. Sjáumst þá. Að fjölnýta okkar auðlindir sem